Verið hjartanlega velkomin og fyrirlesturinn lýðræðislegi starfshættir og mannréttindafræðsla í grunnskólum á Íslandi. Og það er Ragnhildur Þóra Guðjónsson, heiti ég, og Sigrún Aðalbjörnsdóttir er með í þessari rannsókn. Og í dag ætlum við að fjalla lýðræðis- og mannréttindavitund barna og ungmenna. Það er nefnilega svo ótrúlega mikilvægt að hlúa strax í æskunni að góðum skilningi og reynslu af því að vera borgari í samfélagi. Og af hverju skyldi það vera? Jú, það er að því að margir að grunnþáttunum sem að hlúa að borgarvitund eru þættir sem að við getum hlúðað strax við fæðingu barnsins. Til dæmis það er svo mikilvægt að finna til samlíðana með öðru fólki og það byrjum við að kenna börnunum okkar strax frá fæðingu og alls konar svona þættir sem að við getum sem foreldrar og uppeldisaðilar hlúð að sem að styður síðan við borgarvitund barnana þegar fram í sækir. Og það er alls konar vettvangur, það er bæði heimilið, skólinn og ýmsir þættir í samfélaginu sjálfu sem að geta hlúðað þessu. En í dag ætlum við að skoða tækifærin í skóla og tómstundastarfi. Því þar eru gríðarlega mikil tækifæri og við sjáum markmið það í aðalnámskrá leikgrunn og framhaldsskóla og jafnframt í auknum mæli í stefnumótun í æskulýðsmálum. Eitt slíkt verkefni sem er mjög gott dæmi gott verkefni í skólastarfi eru réttindaskólaverkefni UNICEF. Hugmyndafræði verkefnisins byggir á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og innleiðingu hans í skóla og frístundastarfi. Og þetta verkefni hefur gert það að verkum að við sjáum að síauknum mæli eru börn meðvitið mannréttindi og við sjáum að þessi hugmyndafræði hefur dreifst víða. En rannsóknin sem við Sigrún ætlum að kynna hérna í dag er hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem heitir Self, Virtue and Public Life og að því rannsóknarverkefni standa auk okkar Sigrúnar, Ólafur Páll Jónsson og Karen Jordan. Og íslenski hluti rannsóknarinnar snýr að snertiflötum menntunar sem tengjast mennsku, sjálfbærni og borgaravitund. Og þessi fyrsti áfangi sem við ætlum að kynna henni í dag, sem var rannsókn þar sem við töluðum við skólastjórnendur á Íslandi eða lögðum fyrir þau spurningalista og þar gerðum við í samvinnu við umboðsmann barna á Íslandi og þessar niðurstöður voru, eða hluti þeirra voru kynntar á barnaþingi 2019. En aðferðin var eins og ég nefndi spurningalisti sem var lagður fyrir alla skólastjórnendur í grunnskólum á Íslandi og það var spurt að hve miklu leyti skólar styðjast við lýðræðislega starfshætti, að hve miklu leyti þeir vinna með mannréttindi, siðferðisskyldu og dygðir í skólastarfinu og gefa nemendum tækifæri til virkrar þátttöku. Og í aðferðinni eða greining gagnanna að þá notum við lýsandi tölfræði, við þemagreindum opnar spurningar sem voru í spurningalistunum og jafnframt að stuðst við greiningarlíkan Loru Lundi en hún er breskur prófessor sem hefur sérhæft sig í að skoða þátttöku barna og hvernig að standa að rannsóknum þar sem að börn taka þátt. Og ef við horfum aðeins á líkanið sem er hérna á glærunni hjá okkur, það sjáum við að það eru 4 meginstoðir í líkaninu, það eru vettvangur og hér í þessari rannsókn erum við að skoða skólasamfélagi sem vettvang. Það er röddin, hvernig köllum við fram rödd barnsins, það er áheyrn, fær rödd barnsins áheyrn einhvers staðar, það er ekki nóg að kalla eftir röddinni heldur þarf hún að fá áheyrn og svo hvaða tækifæri eru eins og í skólastarfinu hjá okkur fyrir börn til að hafa áhrif. Og nú skulum við bara fara strax í niðurstöðurnar því að það eru ótrúlega spennandi og þar erum við að skoða áherslu á lýðræðislega starfshætti. Og við vorum í þeirri forréttindastöðu að geta lagt spurningalistana fyrir alla skólastjórnendur í öllum grunnskólum á Íslandi. Og það bárust 40% eða 70 af 177 skólum svöruðu. Þannig að eitt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að túlka niðurstöður
að jafnvel þó að svarhlutfallið sé ekki mjög hátt að þá lögðum við fyrir alla skólalandinu og svo jafnframt gott kannski að hafa í huga að ef til vill hafa það verið skólarnir sem hafa verið hvað áhugasamastir lýðræðislega starfshætti sem hafa svarað. En að niðurstöðunum. Það var meginniðurstaða að það var mismikið unnið með réttindi barna í skólum og við sjáum það þarna á fyrsta súluritinu að þið sjáu að þetta tölurnar fyrir ofan súlurnar eru fjöldi skólana og heildarfjöldi skólana var eins og þau munið 177. Þannig að þið sjáu þarna á fyrsta súluritinu að það er mjög mismikið. Á öðru súluritinu sjáu þið að það var aðallega í námsgreinakennslu eða í umsjónar bekkjarkennslu, samfélagsfræði og slíkum greinum þar sem var fjallað mannréttindi og réttindi barna. Og svo sjáum við á þriðja súluritinu að helsta leiðin til þess að fjalla réttindi barna eru umræður. Þannig að þá leiðum við hugan að því hvaða í raun og veru reynslu hafa kennarar af þessu að taka þá, eða að fjalla mannréttindi í námi barna og að stýra umræðum. Þannig að það voru áskoranir þarna í réttindakennslunni að það voru skortur á námsefni og það var líka skortur á þjálfun kennara. Við sáum það í niðurstöðum. Að það var skortur í þjálfun kennara í kennslu á þessu sviði. Þannig að sumir kennarar höfðu fengið þjálfun og þarna sjáum við beina tilvitnun eins skólastjórans. Sumir kennarar hafa fengið þjálfun en það er frekar langt síðan síðasta þjálfun átt sér stað og við viljum gera betur í þessu efni. Þannig að þið sjáu þarna súluritinu að það var aðalega umsjónarkennarar, langstærsti hópur kennara sem fjallaði réttindin var umsjónarkennari og hafa kennarar fengið þjálfun að það var töluvert stór hópur sem hefði ekki fengið neina þjálfun og heldur ekki þjálfun í að stýra umræðu í skólanum. Þannig að þarna eru áskoranir. Og helmingur svarenda sagði að í skólum þeirra væri mikið eða frekar mikið lagt upp úr því að nemendur fengi tækifæri til að láta sjónarmið sín í ljósi í skólastarfinu. Og það er spurning hvaða tækifæri skapast og hvar skapast þau. Hugað sérstaklega því að nemendur fá tækifæri til að láta sjónarmið sín í ljósi í skólanum og þið sjáu þarna að 40 skólar segja já, frekar mikið og svo 12 skólar, já mikið og við fengum dæmi í opnu spurningunum í hvaða aðstæðum nemendur geta hafa þessi tækifæri og einn skólastjórnandi sagði já, til dæmis að bekkjarfundum og með því að vita að það er traust og að þau fá hlustun sem að taldi vera grundvallar forsendur fyrir því að unga fólki myndi tjá sig. Og svo annar skólastjórnandi sagði já, í skólanum eru mikla samræður, virk hlustun, bekkjarfundir, nemendur í nefndum og ráðum. Það er líka gott aðgengi að stjórnendum sem alltaf sýna virka hlustun og fylgja málum eftir. Og svo nefndi þessi skólastjóri líka að það væri jákvæð samskipti við foreldra og hlusta á þau og þá vantarlega hugsa með sér að þannig væri líka hægt að koma rödd barnsins á framfæri. Og við spurðum líka hvort það væri haldin skólaþing og það voru 18 skólar sem sögðu að reglulega væri haldin skólaþing en 42 skólar sögðu nei. Og svo það þetta með tækifærin til að hafa áhrif. Hafa nemendur sjálfir staði fyrir til dæmis viðburðum. Það er ákveðlega mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að skapa sjálf og fá hugmyndir og framkvæma verkefnin og þið sjá að það eru 29 skólar sem sögðu já við þessu, 23 sögðu nei og hvað fá nemendur tækifæri til að hafa áhrif á? Skólastjórnandi til dæmis sagði umgengni í skólanum,
tillögur að breytingum ýmiss konar, til dæmis reglum á fótboltavellinum, það klassískt viðfangsefni og tímasetningar á frímyndum og fleira slíkt. Annar nefndi dæmi góðgeradag barna, þar sem að þeir hefði fengið hugmyndir á alls konar verkefnum sem þeir hefði staðað og skipulagt sjálf frá að til ýmiss konar bekkerkvöld og uppbrotsdagar á unglingastígi, þar sem að þau fá að koma með hugmyndir að viðfangsefnum, og svo bekkersáttmálar, reglur í frítíma, snjóboltareglur, fótboltareglur og skólareglur. Þannig að það eru ýmis tækifæri í skólastarfinu, sannarlega. Og áfram með áhrifin að eru nemendaráð í skólanum. Það til dæmis ákaflega mikilvægt og við sjáum að það hefur orðið mjög mikil breyting á því á undanförnum árum. Þannig við sjáum að bara langstærstu meirihlutum skólana segir að það sé nemendaráð í skólanum. Jafnframt að nemendur fá tækifæri til að sitja í skólaráðum og hvernig staðið að þessum vali nemendana líka ákaflega mikilvægt. Þannig að geta allir boðið sér fram og við sjáum það í niðurstöðunum að það ekki alveg þannig. Þannig að ennþá stundum verið að handvelja nemendur og við myndum vel að sjá svona lýðræðislegri leiðir notaðar við val og þannig að fjölbreytilegur hópur nemenda fái tækifæri til að taka þátt. Og svo það áheyrnin, þið munið í módelinu eða líkaninu sem við skoðum áðan, að það var ekki nóg að börnin fengi að tjá sig og hafa rödd, heldur þurftu þau líka að fá áheyrn til þess að mögulega geta haft áhrif. Og þarna spurðum við og skólastjórnendur sögðu, já, þeir fá áheyrn á fundum skólaráðs, á fundum stjórnenda með einstöku nemendum og á nemendaráðsfundum og ýmsum öðrum stöðum. Þannig að þeir eru greinilega tölvöld meðvitaðir að það er mikilvægt að nemendur fái áheyrn. Í líkaninu hennar Lóru Lundi að þá sjáum við áhrif, við sjáum vettvanginn, við sjáum tækifæri til að fá hlustun og hafa rödd, en þar er ekki kassi sem heitir gildi og dygðir og það er eitthvað sem við viljum leggja áherslu á í rannsókninu okkar. Að því gildismatið okkar er undirstöðu þáttur í borgaravitundinu okkar. Þannig að nú ætla ég að nefna dæmi, það voru einungis 3 skólar af öllum skólanum sem að svöruðu að það væri unnið með gildi og dygðir eða nefndu dæmi að það væri hvernig væri unnið með gildi og dygðir. Á Súlónu sjáum við að það voru miklu fleiri, það voru 24 skólar sem sögðust huga mikið að þessu og já mikið 21 skóli, en það var einungis 3 skólar sem nefndi dæmi og þetta eru auðvitað frábær dæmi, en við myndum vilja sjá að það væri miklu fleiri skólar sem huga að þessum þætti því þetta er svo ákaflega mikilvægt. En mér langar að gefa ykkur þessi frábær dæmi sem þessi skóla nefndu. Fyrir utan alla lýðræðisvinnu sem við vinnum í samfélagsfræðitímum, að þá erum við líka uppbyggingaskóli eða skóli sem hefur uppeldi til ábyrgðar að leiðarljósi, sem leggur mikla áherslu á þarfir hvers og eins, líðan, góð gildi og samfélagsvitund. Sú vinna sem fer fram einu sinni í viku í lífsleikni sem er kennd frá 1. til 10. bekk. Og þá erum við líka með umsjónartíma þar sem skylda er að vera með bekkjafundi, þar sem nemendur tjá sig skólastarfið og bara daginn og líðan. Þannig að þarna sjáum við að lífsleikni tímarnir eru tímar þar sem er inni með gildi og dygðir, en jafnframt í umsjónarkennslu, alveg eins og við sáum í niðurstöðunum hana framan. Þannig að það er greinilega ákaflega mikilvægur vettvangur og ég held að veganesti okkar sé að það sé mikilvægt að í námi uppeldisaðila að hlúa að þá þekkingu til þess að stýra réttindakennslu, umræðum gildi og dygðir, borgaravitund, ábyrgð, ýmsum leiðum til að taka virkan þátt. Og þetta er veganesti sem við fáum úr þessum fyrsta áfanga, en það eru 2 áfangar eftir
og við hlökkum til að kynna það fyrir ykkur næst. Takk fyrir.